Komið sæl, ég heiti Þórarin Guðjónsson og prófessor við læknadeild og jafnframt forseti læknadeildar. Ég ætla á næstu mínútum að kynna fyrir ykkur læknadeildina og grunnnám í læknadeild en einblína á BS-námið í læknisfræði vegna þess að þið fái kynningu á hinu námsbrautunum frá námsbrautastjórum þess náms. Nú, við læknadeild erum við með BS-nám í geislafræði, við erum með BS-nám í lífeindafræði og BS-nám í læknisfræði og BS-nám í sjúkraþjálfunarfræði. Auk þess erum við með diplómanám í heilbrigðisgagnafræði. Nú, læknisfræði sem slík, hún skiptist í BS-nám í læknisfræði og svo kandidatsnám sem tekur við af BS-námi. Ég ætla aðeins að skýra það betur út á eftir. En höldum áfram. Hvað snýst nám í læknisfræði? Markmið kennslu í læknisfræði að brautskrá læknakandidata með góða undirbúningsmenntun fyrir hvert það framhaldsnám þeir óska. Hvort sem það sérhæfing í sérgreinum læknisfræðinar, vísindarannsóknir eða hvoru tveggja. Inntökupróf í námið og fara þau fram í byrjun júní ár hvert. Námið skiptist eins og fyrr segir í BS-nám í læknisfræði sem þá fyrstu 3 árin og svo kandidatsnám í læknisfræði næstu 3 og það nám fer að mestu fram á heilbrigðisstofnunum og þá sérstaklega Landspítalanum. Hvað snýst BS-nám í læknisfræði? Það kennd undirstaða í eðlis- og efnafræði, starfsemi mannslíkamans, samskipti við sjúklinga og líkamskoðun. Einnig kennt siðfræði, læknistarfsins, meinafræði og lyfjafræði. Námsleiðin leggur grunn að klínísku kandidatsnámi í læknisfræði. Nú, hvers vegna námið? Langar þig að verða læknir? Langar þig til að stunda vísindarannsóknir eða bara hvort tveggja? Viltu læra allt mannslíkamann og starfsemi hans? Viltu stunda krefjandi nám sem byggir á líf- og raunvísindum? Hefur þú áhuga á að vinna náið með fólki? Vegna þess að læknisfræðin kemur að öllum þessum þáttum. Nú, grunnnáminu loknu þá tekur við framhaldsnám sem við köllum kandidatsnám í læknisfræði sem þá 3 ár og eins og ég sagði áðan að þá fer klínískt nám að mestu fram innan Landspítalans. Nú, að loknu námi þá ýmis störf í boði að starfa sem læknir og það fjölbreyttar undirgreinar læknisfræðinar sem nýútskrifaðir læknar ákveða sérhæfa sig í. Það líka hægt að stunda vísindastörf og eiga þar akademískan feril innan háskólastofnana og einnig það í vaxandi mæli að þeir sem útskrifast með læknismenntun fari meira í nýsköpun og inn í atvinnulífið, stofni ýmis fyrirtæki í tengslum við heilbrigðisvísindi. Nú, ef þið viljið fá frekari upplýsingar þá getið þið bara haft samband við skrifstofu læknadeildar og hérna sjáum við allar nauðsynlega upplýsingar til þess að hafa samband. Og umsóknarfrestur til 5. júní. Nú, læknisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands metnaðarfullt og fjölbreytt nám sem leggur grunninn að öflugum starfsferli. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.